Komið í sæl. Sör spilar golf, aftur mættur með nýjan 18 hólu ring. Í þetta sinn spilaði ég Akureyrarvöllinn. Ég spila hann nú ekki oft, en mig langaði að klára alla íslensku völlina sem í Trackman. Byrjum hérna á fyrstu braut sem skemmtilegt uppásögg. Heppnast bara mjög vel. Lendi í niðurhalla í brekkunni, sem fínt að þetta var nú bara 105,8 mph en enda í 269 metrum. 105,8 mph skilur nú ekki mörgum metrum svona fyrir mig. Ég að reyna að vera í kringum 110. Þannig að þetta var pínu hæg sveifla eða eitthvað off, en niður brekkan bergaði málunum. Þannig að með refsingu sem 10% þarna rétt út í röffi á ég 44 metra eftir. Tek 60 gráðunar í þannig vegalengd. Svona smá, bara controlled 60 gráður. Það mun ekki spinna mikið. Hann svo handsy kannski, en ég heppinn að hann lekur inn á og svona helviti nálagt. Byrja á fugli á fyrstu braut. Það frábær byrjun. Nú hóla 2 svo par 5. Líka skemmtileg braut, áhugaverð. Það gott að ná góðu uppásæki hér til að vera nálægt í öðru auki. Hérna þessi tré vinstra megin aðeins að tröfla, þannig ég færi teginn hægra megin. Ég færi boltan hægra megin á tegnum fyrirgefðu. Af því að ég nú bara með á þetta, eða hvað þetta hús? Nei, bara rétt hægra megin við trén. Og langar að fá smá tró, auðvitað. Ekki sáttur eins og sést á líkamstjáningunni vegna þess að tróðið kemur ekki. Fer bara beinn, en ég heppinn að hann brautin liggur þannig að hann fer til vinstri og aftur bara 105,6 mph í hraða. En skila sig í 266 metrum. Ekki ekki nógu mikið madness í sveiflunni hjá mér þarna í dræfarsveiflunum. Vantar eitthvað úmf í viðbót. Ok, 194 metrar eftir. Tek 5 járn á það. Reynum að ná þessu gríni. Eins og þið heyrðu þá var aðeins feitur hefði hann ekki lent í þessu röffi þarna, þá hefði hann líklegast lekið inn á. Svona þetta. Golfið gefur, golfið tekur. Þá vippum við bara hérna. Sjá hvort við náum að vippa eitthvað áleiðis. Tökum 54 gráður. Bara látum hann að rúlla. Ég ekkert í að lyfta honum neitt upp mikið ef ég þarf þess ekki. Stefnir í. Rétt missir hóluna fyrir erni. En annar fugl. Byrja á 2 fuglum. Svo önnur par 5 hóla hérna. Þriðja hólan. Alltaf sturla að sjá 2 par 5 hlið við hlið. Þess að eitthvað hafi farið úrskeiðis við hönnun vallarins. En svona það. Þeir koma alls konar þessir vellir. Sko, þarna skurður. Þarna var ég lengi að pæla sem ég klífti út. Hvort ég ætti að reyna með dræfitum, að ég vissi ég væri ekki alveg að ná negla nógu fast. Ekki nógu góð dræf. Ætti ég að reyna yfir með dræfur eða ætti ég að taka bara 5 járn eða eitthvað. Og ég að reyna að spila fearless golf. Samt skynsamur en samt fearless golf. Þannig ég tók dræfurinn og ætlaði bara að negla. Sjá hvort ég myndi drífa yfir. Og drífi yfir, það spurningin. Já, eins og við sjáum. 109,4 mph
þannig að þá slefaði hann yfir 262 metrar. Þannig að setti smá trukk í viljandi og skil nú ekki bara af hverju ég geri það ekki alltaf. Það er alveg óskiljanlegt. 175 metrar eftir, það er 6 járn fyrir mig, aðeins upp í móti, svona 180 metrar, kannski 180 metrar högg. Ég segi að því ég púlaði hann aðeins til vinstri, þess að hann byrjaði aðeins vinstra megin, en var heppinn og næ gríninu í öðru höggi og þarna er tvíbút í boði, þannig að það er þriðji fuglinn í röð, byrja sterkt, 3 rundu par eftir 3 hólur. Par 3, 138 metrar niður í móti, það er bara þægileg nýja. Eina sem ég þarf að passa hérna, þeir sem hafa fylgst með vídeónum mínum er að púla hann ekki til vinstri. Já, til að gera það í mörgum höggum. Púla til vinstri, það er þessi klassísku viðbröð hjá mér að bakka. Þetta er bara eitthvað sem ég ræði ekkert við. Þetta eru bara viðbröðin sem koma. Ég er passionate guy, you know. Næ parinu þá. Svo er það svona hluti af Akureyrarvelli sem ég kannast þó að lítið við, sko. Alltaf hef ekki spilað þetta mjög oft. Spilaði þetta fyrst á Mitsubishi mótinu 80 og hvað? Alltaf það verið 89, 90, 91, eitthvað svoleiðis. Sælla minninga þegar ég var lítill polli. En svo hef ég bara spilað þetta nokkur sinnum í viðbót, sko. Þannig að þetta er, ég held að þetta sé svona, já, ég vil kalla þær nýjar brautir, en kannski eru þær ekkert lengur nýjar. Jæja, par 4. Ekki löng braut, en hún er upp í móti sínst mér, 279 metrar. Það er bara negla á þetta. Svolítið lokaður í öllu sem ég geri þarna. Stoppar snögt, 224 metrar, 107,4 miles per hour, aftur undir 110, ekki til eftirbreytni, en það er stutt eftir. Þetta eru bara með refsingu 65 metrar, það er bara 60 gráðunar. Það er að skafa aðeins af þeim. Púlandi vinstri og þá fer hann lengra og bara eiginlega heppnast alls ekki, þetta högg hjá mér. En hérna, fæ þar lendi bara par. Par 4, þá er það bara niður í móti. Skurður á hægri hönd, böngarar klompur á vinstri hönd. Rífum upp dræfurinn. Enda ekki annað hægt, það er niður í móti par 4, bara let's go. Loka aðeins, er pínu auto inn, bara 106,2 miles per hour að enda í glompu, rétt við lippið, við glompu barminn. Alls ekki góð niðurstaða og 136 eftir með refsingu. Þarna er ég að benda svona faglega á að ég þarf að taka boltan mjög fljótt upp. Ég tek 8, hef hann framalega og þarf að negla hann ógeðslega fljótt upp í lótið svo hann fari ekki í barminn. Það er rétt text og við það opnast kilvan aðeins og hann feitir aðeins til hægri og þurftum að taka 8, þetta var svona lengra, þú veist, það var í þessi refsing, ég þurfti að taka hann upp, þannig ég þurfti að taka 8 en það var bara mikið. Skil eftir vipp fyrir fugli, 54 gráður, látum hann rúlla í hólu, takk fyrir. Rétt missi, það er aftur par. Þá förum við á 7. hólu sem, again, ég þekki lítið einhvern meginn. En hún virðist vera falleg. 319 metrar. Þetta er svona frekar stuttar brautir.
miðið tekið á miðja braut, sýnist mér. Hægri fótur aftur, skapa rými fyrir inn to out sveiflu. Það svona vonin. Tókst ekkert sérstaklega vel, hann var svona frekar bara beinn og 237 metrar, 107 miles per hour. Aðeins undir meðallagi. En svo vill til að það alltaf stutt eftir á svona vingjarnlegum velli. 82 metrar með refsingu, það sort of 54, þarf að saga þess af 54 gráðum. Og saga aðeins of mikið af því miður enda bara og rétt fyrir utan hringinn og fæ par. Svo það áhugaverð par 3 niður í móti. Hún 172 metrar sem 7 járn hjá mér, svo niður í móti. Nú þarf ég að miða aðeins hægra megin og draga hann inn. Takk fyrir. Ekki alveg sáttur, hann var svolítið feitur, hann svolítið stuttur, en ég heppinn fæ. Nei, mér mismyndi. Mér myndin hafi rúlað inn á. Ekki svo gott. Ekkert rúmenskt hopp þarna. Þá rúluðu bara 54 gráðunum eitthvað áleiðis inn í hringinn og settum okkur við par. Og það væri nú bónus að fá fugl með því að vippa í. Nei, rétt framhjá. En við erum bara í góðum málum. Síðasta hólan á fyrir 9, hólan 9, hún náttúrulega alveg klassík. Classic. Hún svolítið skemmtileg og falleg. Fullt af trjám og ég veit ekki hvað og hvað. Hérna tökum við bara mjög graða línu. Miðum yfir allan skóginn vinstra megin og sjáum hvort við náum að drífa yfir. En ég þarf nóg góð dræfi. Það númer 1, 2 og 3. Byrja á góðri línu og næ ágætis svona, en fer í tré og en skoppar rétt átt. 108 miles per hour, 234 metrar. Þetta svona allt á tæpasta vaði, en skil eftir bara 99 metra með refsingu. Það bara þægilegur gap vets, 50 gráður. Aðeins upp í móti. Tók bara fullan gap og hefði viljað fá smá bakspunna en ekki úr þessu röffi greinilega. Það par og endum fyrir 9 á 3 undir sem bara helviti gott. 10. hólan líka ótrúlega spes. Þar hún ekki löng en þar þurfum við að fara yfir autobánsinn nánast yfir veginn. Alla bílana sem að koma á móti. Látum bara vaða. Again, ég að reyna að spila Fearless Golf. Það bara svoleiðis. Engar hættur, sé engin vötn og engar glompur og slíkt. Bara negla allt sem hreyfist. En dræfið þarf að hefnast. Hæg sveifla. Einungis 105,7 miles per hour. Ekki sáttu við það. Eitthvað off þennan daginn. Þetta var hringur númer 2 þennan daginn. Það skal viðurkennast. En 258 metrar, það bara mjög fínt. Það alveg að rætast úr þessum dræfum þó að ég sé ekki alveg on my game. Bara 36 litli metrar eftir 60 gráðunar. Þetta óþægilega nálagt. Þannig ég þarf að taka hann rosalega hátt upp. Þannig ég hef hann aðeins framar kúluna í stöðinni og ætla að reyna að lobba honum upp svolítið svona
svo hann stoppi fyrr. Það var lítil aftursveifla og hröðsveifla, bara allt ljótt við þetta og bara verður ekki neitt úr högginu sem mig langaði að taka. Það endaði bara einhver ljótu vippi og fer ég yfir goddamn grínið. Þannig að þá þarf ég að vippa og tek ég bara my trusty 54 og rúlla honum bara að hólu. Hún langaði í, en bara var ekki með nógu mikið djús. Annað par, búin að taka ansi mörg pör í röð. Hóla 11 par 3. Hún bara svona eitthvað klassísk par 3, lítið hann að segja, annað en þetta 146 metrar, aðeins upp í móti. Það bara frábær vegalengd fyrir áttuna mína. Ég segi vegna þess að hann svona bara hélst einhvern veginn. Hann kom ekkert inn til vinstri. Pin high, fékk ekki dróðið mitt, þannig að náði ekki hringnum. Sættum okkur við par. Hóla 12 par 4. Hún lúmsk þessi, sko. Og það eitthvað aðeins að kötta hérna yfir vinstra megin, sko. Minna sjálfum á að koma inside out, reyna að slá út til hægri svona í hausnum á mér. Gengur ekki. Fer outside in. Þess að hendurnar mín að koma fyrir ofan og inn og þá kilveisin lokaður og fer allt í vinstri. En stutt eftir 81 metri með refsingu, það bara afsöguð 54 gráður. Aftur að taka hann vinstri, en hann verður bara ágætur einhver síður. Annað par. Hóla 13, önnur par 4. Þarna vatn á hægri hönd og glompar sem stoppar að bolta fer í vatni. Einstaklega hentugt. En við erum ekkert að hugsa það. Við erum sjáu þetta. Sjáu hvað ég lunginn. Aldrei að beygja sig niður í hermagrófi. Það motto. Á þessum tímapunkti ég að hugsa bara goddamn, ekki on it. Ég reyna að hugsa slá til hægri, bara let's go, en á sama tíma reyna að negla og þá bara gerist eitthvað ef maður ekki í syngi. Fer maður til vinstri, rétt sleppa þarna við einhver tré sem betur fyrr, skil eftir með refsingu 108 metrar. Það bara fullur gappets, bara þægilegt. Svolítið bara ánægður með þetta högg, pínu feitur en slefa inn á og næ parinu. Ég held ég búinn að hitta eða allan að skrambla alla brunnar. Herðu, tricky par 3 upp í móti. I'm here for it. 132 metrar upp í móti, 6 metrar, þetta svona 140 tæpir. Það 9 járn og þarf að taka á því með 9-unni. Aðeins búlaður og eins og áðan rétt slefinn og heppinn þarna. Næ parinu. Þannig að þá bara nokkrar hólur eftir og ég staddur á 3 undir. Hóla 15 par 5, ekki síðasta par 5-an. 2 eftir. Þessi alveg dóðrandur, sko. Hún
hann skal ekki vanmeta þessa. 461 meter. Út af þessum trjám þarna hægra megin, þá færi ég kúluna mína vinstra megin til að skapa aðeins meira rými. Því í hausnum á mér ég alltaf miða sirka þar hana, sirka á 461 hvíta miðan. Í hermunum miða ég sem hinn gaurinn hvíti, en í hausnum á mér og í sveiflunni ég að reyna sirka fara bara að sleikja tréð hægra megin og vonast að þetta róni til vinstri. Það svona það sem ég að hugsa þarna. Hann byrjar á miðri braut og dregur inn, ekki góð uppskrift á þessari braut, allt úr fókus og enda út af vinstra megin, hitt ekki brautina. Ekki búin að hitta marga brautir í dag. Ekki gott þarna, skil eftir 252 metra með refsingu, sjáðu til, 10% refsing. Þannig að ég næ ekki inn á og þá tek ég bara meðalið og tek 2 járn og ætla bara fara eitthvað áleiðis. Hitti mjög illa í kúluna og bara hann snar stoppar, bara eitthvað fáránlega stutt högg og ömurlegt og ég bara niður lútur þarna eftir þetta. 2 léleg högg, ekki glaður, en ég á 122 metra með refsingu eftir, tek pitching wedge á það, fullu pitching wedge. Reynum að taka eitt helvítis högg á þessari braut. Rétt slefinn á, sem þýðir bara eitt, það er tvípút og annað par. En þá 3 mundir þegar steinabrautin mikla kemur inn á Sjóndallarhring Sigursteins. Ég segi steinabraut, það er steinnandi í miðjunni. Það er nú bara það, sko. Á miðu bara hægra megin við steininn og reynum að hitta hann. En á þessum tímapunkti á maður að reyna að taka því fullkomna dræf eða á maður að reyna bara að spila eins og maður að spila. Ég reyna alltaf að ná inn í fullkomna dræfi. Ég nú bara alveg ágætlega ánægð með þetta. 267 metrar, 106 miles per hour. En með bara hvernig ég klárlega orðinn þreyttur þarna, ég ekki að ná hröðum sveiflum og ekki að ná því sem ég vil. Þetta alltaf þetta, skilur, á maður að reikna með því bara og miða vel hægra megin og eitthvað svona. Ég segi nei. 72 metrar með refsingu, tökum bara fullan 60 gráður. Herðu, annar takki dottinn undan skónum mínum. Ég er nýbúinn að skipta. Það takka við sinn maður. Ég einhvern veginn að segja ykkur þá sögu. Hann á ekki eftir að spinna mikið. Hann áttur að hoppa fram á við vegna þess að ég er í röffi, fæ ekki mikið spinn. Let's go. Stutt aftursveifla eða þú veist, lendir fyrir framann og hann rúlar rétt svo inn í og ég er helvíti glaður með það. Næ fugli. Þvílíkt og slíkt. Þá er ég komin á 4. par og ég á 2 hólur eftir. Þessi er náttúrulega svakaleg dórandi, par 5 og hérna þarf gott upp á sög. Miða hægra megin á braut. Það er ennþá líf í kallinu, sko, þó hann sé þreyttur. Já. Alltaf. Ef það er eitt sem ég er, sem kylfingur, þá er það að ég verð aldrei fúll. Eða, þú veist, það getur verið þessi fúll í 2 sekúndur, 3 sekúndur, 5 sekúndur jafnvel. En ég er alltaf glaður.
nei, ekki dróðinu inn, en ok, 108 miles per hour. Þú veist, allt upp í móti hana, stoppa náttúrulega bara á 231 metr, skil eftir alveg dágóða slummu af vegalengd. En dræfurinn verður ekki notaði meira þennan daginn. Sjáu það er 251 metr með refsingu. Ég tek mínidræfur, þetta er alltaf niður í móti, þannig ég reyni við. Sjá hvort við náum hérna einhverju fallegu höggi. Síðasta stóra höggið. Tek hann feitan. Því miður, þannig að það verður lítið úr honum og bara eitthvað snar stoppar hana. Eða svona, snar fór allavega niður, ég veit ekki alveg hvað gerist þarna. Það er svona, lendi í varnamanni og snúið svona niður. Jæja. Og þá bara vitum við okkur örlög, skilur, við erum ekki að fara að gera eitthvað glóríur hér, þá bara 54 eftir, skilur, það er annar takk í farinn, nú er komin 2 takkar undan skónum. Takka sagan mikla, segi ykkur hana kannski síðar, góð tómi. En ok, 54 gráður, nei, 54 metrar og 60 gráður. Það er að stýra þessu bara eitthvað hérna aðeins, eitthvað áleiðis. Tek bara létta á því, saga af 60 gráðunum og er heppinn rétt næ hring og fæ annan fugl. Þannig að þá er ég komin á loka hóluna, er komin á 500 par. Loka hóluna er náttúrulega gríðarlega sérstök, ógeðslega falleg, par 3 niður í móti. Þetta er signature hole. Ótrúlega hérna gaman að enda hring á svona par 3. Þó ég kjósi nú sjálfur að enda á par 5. En par 3 spes. 130 metrar það er niður í móti pitching wedge. Síðasta högg dagsins vonandi, hugsar Sigursteinn. Hvað gerist? Nei, þreytulegt högg, helst bara til hægri, lendi í klompu. Það er ekki til eftirbreytni. Smá challenge hérna í lokin. Það er að lobba honum upp með 60 gráðum. Fara vel undir hann, hendurna mjög neðarlega. Það var allan ætlunin. Heppnast ágætlega, en fer hann heldur, já, pinnhæ, helviti gott. Fæ par á þessa, enda því hringinn á 5 höggum undir pari. Þráttur að hafa spilað ekkert sérstaklega vel. Flest járnhöggin eitthvað púlu til vinstri og dræfurinn í mjög máttlaus og lokaður dræfurhaus og ég veit ekki hvað. Ekki kvarta ég þó, það er bogey free round. Engin skolli, bara 5 fuglar. Ég held ég sé bara rosalega glaður með það, miðað við hvernig ég var að spila. Hitti bara 23% af brautunum, sem er náttúrulega bara lýsandi. Hitti reyndar 78% af grínunum og það sem ég hitti ekki náði ég að redda 100%. Meðal dræfunum voru undir 248 metrar, ekki gott. Sveiflurhraðin bara 106,9. Þetta er bara lýsandi fyrir hvernig ég var að spila. En frábært, stoltari sjálfur mér að hafa bara reddað mér samt sem áður. Nú er ég búinn að taka 2 hringi í röð sem ég hef ekki fengið skoll á, bara pör og fugla og erni og fyrir ekki, 1 örn. Herru, gaman að þessu, takk fyrir mig.